Þannig ég ætla að kynna til leiks Silju Báru Ómarsdóttur, dósent í alþjóða samskiptum. Erindi hennar heitir Hversdagslegt kvenhatur. Gjörðu svo vel. Takk og takk fyrir að kalla saman hennar fund og vera hérna. Það er frábært að sjá svona marga láta sig þessi mál varða. Ég kalla erindi mitt Hversdagslegt kvenhatur vegna þess að í máli þeirra sem að eru kannski ástæðan fyrir því að við erum hér kemur fram að þetta sé nú bara hlutir sem allir segja og allir þekkja og ég get sannarlega tekið undir það. Ég hef heyrt þessu orðræðu í heita pottinum, ég hef heyrt hana á kaffihúsum, ég man eftir henni af hálfu þjálfarana minna þegar ég var barn að karlar sem að telja sig hafa rétt til þess að leggja mat á líkama og veruleika kvenna tali svona konur fyrir framan hver annan og jafnvel fyrir framan karla. Ekki bara fyrir framan hver annan heldur líka fyrir framan konur. Ég lærði einhvern tímann hugtakið í kynjafræðin male gaze þegar að karlar hlutgera konur, horfa á þær sem ekki sem manneskjur heldur bara sem kyntákn eða kynverur. Vinkona mín Lily Lofborough sem doktor í bókmenntafræði í Bandaríkjunum hefur sett fram hugmyndina the male glance, karla sem að rétt svona líta fram hjá konum. Þeir renna augunum yfir þær, staðnemast ekki vegna þess að það skiptir engu máli hvað konur hafa fram að færa. Þær eru einvíðar og ómerkilegar. Hugmyndir þeirra eru ekki eitthvað sem við þurfum að taka tillit til, heldur eingöngu það hvort að hún sé minna hot í ár eða ekki. Hvernig líkaminn en ekki manneskjan. Þeir eru metnar og mældar á grundvelli útlits, ekki á grundvelli þess sem þeir hafa fram að færa. Klausturkarlarnir eru sannarlega ekki einir þetta. Þeir eru ekki einir á Íslandi og þeir eru sannarlega ekki einir í heiminum. Svo Erla Hulda nefndi, þá þetta mynstur sem við sjáum út allan heim, bakslag gegn réttindum kvenna, gegn réttindum hinsegin fólks, gegn réttindum allra þeirra sem að einhverju leyti falli ekki inn í staðalmynd karlmennskunar. Og hver man ekki eftir forseta Bandaríkjanna, bæði áður en hann var forseti og eftir, þar sem hann gerir grín að fötluðum blaðamanni, þar sem hann gerir lítið úr hæfni og færni dómara sem að átti gat rakið uppruna sinn út fyrir Bandaríkin, eða hvernig hann lýsti fyrirverandi ástkonu sinni eftir að hún ljóstraði upp þeirra samband. Þetta allt saman hluti af því að gera kvenhatur hversdagslegt, að við bara lítum á þetta sem eðlilega orðræðu vegna þess að þetta út allt, þetta í hversdagsleikanum, við getum ekki litið fram hjá því. Orðfæri á borð við þetta orðið svo viðurkennt að við getum næstu því sagt allir tala svona. En ef þú ætlar að fá að stjórna landi, þarftu ekki að bera aðeins meiri ábyrgð, eins og Ragnhildur var að segja. Skarast ekki þarna einhver mörk það hverjar, þú mátt hafa einhverjar svona hugmyndir, en þarftu ekki að bera ábyrgð á því þegar þú viðrar þær, þegar þú gerir lítið úr þeim sem þú vilt fá að hafa völd yfir. Og það bara sýnir okkur hversu ómerkilegar konur, hversu ómerkilegum þessi karlar hversu ómerkilegar þeim finnst konur vera. Að þeir setja fram þessar hugmyndir en þær byggja svo litið á hugmyndum eigin virði. Það sem hefur verið að koma í ljós í rannsókn núna í Bandaríkjunum að karlarnir sem að kjósa Trump, það ekki karlarnir sem að tengja sterkt við karlmennskuna. Það eru karlarnir sem óttast karlmennsku sína. Það veik karlmennska. Þetta eru karlarnir sem sitja á kvöldin og googla lágt testosterón, rislyf. Þeir eru hræddir stöðu sína í samfélaginu. Það minnstur á milli þess. Það var ekki minnstur í þingkosningunum 2014. Það var minnstur í þingkosningunum 2016, forsetakosningunum 2016 og í þingkosningunum 2018. Þetta eru karlar sem óttast stöðu sína í samfélaginu. Þeir óttast að það sé að fjara undan stöðu sem að feðraveldið hefur veitt þeim, hefur skapað þeim og þeir telja sig eiga rétt á. Þetta einkenni á kjósendum Trumps. Ég ekki með neina rannsóknir á Íslandi, en mig grunar að það sé eitthvað svipað. Og það kannski sem að skiptir mestu máli að átta sig á að þetta helstríð og dauðateyjur feðraveldisins. Sýrlenski fræðimaðurinn Fuad Jami sagði í kjölfar umdeildra greinar hérna í lok kalda stríðsins, hefðir eru sterkastar þegar þeir eru við það að bresta. Og ég ætla að segja það að þessu helstríði karlmennskunar, brothættu karlmennskunar getur ekki lokið nógu fljótt.